Hæ krakkar, Danni hérna og ég núna með Ara Trausta sem alþingismaður og jarðeðlisfræðingur. Hann var að fjalla loftslagsbreytingar hér á málefnum umhverfismálum daginn. Það ekki satt? Jú, ég eiginlega sagði í allra stystu máli frá því hvað að gerast. Hitastigið á jörðinni að hækka mjög hraðar heldur en við höfum nokkurn tíma séð bara í 100.000 ára og vísindamenn og sennilega meiri hluti miskusti landsmanna hérna samþykkur því og veit að þetta af völdum manna fyrst og fremst. Og það sem að gerast annars vegar við erum að brenna gríðarlegu magni af jarðefnaeldsneyti sem ætti helst að vera kyrrt niður í jörðinni. Hefur ekki tekið þátt í andrúmsloftinu á neinn máta og erum að brenna koli, gasi og olíu og bensín og öllu þessu. Og þá verða til gróðurhúsalofttegundir og í því magni að þær eru farnir að hafa áhrif á hitastigið á jörðinni og nú hækkar það með þessum hraða að stefnir í að alls konar óviðráðanlegir hlutir fara að gerast. Og hvað gæti til dæmis verið afleiðingin af þessu? Þetta heldur áfram bara eins og það Það í sjálfu sér mjög margt flókið sem að gerast. Fyrir utan náttúrulega það að brenna þessum efnum, þá erum við líka að minnka til dæmis skóglenda á jörðinni og gróðurlenda á jörðinni sem bindur svo aftur þessi gróðurhúsagös og heldur þeim sem sagt í ákveðinni hringrás sem okkur skaðlaus. En það sem gæti gerst og gerist núna, við sjáum það bara, það sem sagt jöklar að minnka, nú tala ég bara Ísland, gróðurfar að breytast, það að koma nýja tegundir inn hér og inn í landið og sumar skaðlegar og það sem sagt fisktegundir að færa sig til á miðunum og svo framvegis. Það hækkar í sjónum sem mjög slæmt vegna þess að það auðvitað mikið að byggði sjó. Hafið að súrna sem ekki gott vegna þess að þá geta alls konar lífverur sem eru með kalki, það geta fara að leysast upp. Og svona fleira sem mætti nefna, öfgar í veðurfari, meiri stormar, meiri úrkoma og ýmislegt slíkt. Þannig að í það heila þá eru þetta atriði sem við viljum helst ekki sjá breytast á þennan máta. Við viljum hafa stöðuleikann en hann í sjálfu sér í uppnámi. Þú segir eins og jöklar hérna á Íslandi eru að minnka. Þetta hefur alveg áhrif hérna á landi, við erum ekki ósnertanleg hér. Nei, það nú ein ástæðan fyrir því að hafyfirborðið að hækka. Auðvitað þetta, það að bætast meira vatn í höfin og það kemur fyrst og fremst frá jöklum. Svo að það nú beinlínis sér með okkar 10% af landinu sem hulið í jökli. Það sem gerist líka það að þegar þungin á eldstöðvunum, það sem undir Vatnajökli til dæmis, þegar hann minnkar, þá eru vissar líkur á því að eldvirkni aukist. Þannig að þetta hefur margvísleg áhrif. Það eru áhrif sem við getum sagt að sé á vissan hátt til góðs, það að segja til dæmis aukið gróðurfar, meiri gróska, en allt hitt vegur í sjálfu sér þyngra. Þannig að í það heila, ef maður svona reiknar jöfnuna og klárar dæmið, þá eru umhverfisbreytingarnar neikvæðar að miklu leyti til þess að við getum sætt okkur við það. Þú segir þetta sé af manna völdum, en hvað getum við Íslendingar gert? Við gerum það sama og allir aðrir. Allur heimurinn á einum báti, ekki satt? Og það skiptir ekki máli hvort við erum hér eða einhvers annar staðar. Loftslagsbreytingarnar hafa áhrif allan heim. En hér á Íslandi þá gerum við það eins og ég segi það sama og aðrir. Við erum að draga úr losunni, við erum að færa til dæmis orku sem við notum bíla, færa hana úr jarðefnaeldsneytinu yfir í, við skulum segja, raforku eða eldsneyti sem við getum framleitt sjálf, eins og til dæmis alkohól sem ættir að búa til úr einmitt þessu gasi sem við viljum ekki hafa í miklum mæli í andrúmsloftinu. Við þurfum að draga úr losun þegar kemur að iðnaði. Við þurfum að endurnýta allt hráefni sem við getum, vegna þess að eitt af því sem ógnar líka við skulum segja lífi jarðarbúa gríðarleg neysla og gríðarleg notkun á alls konar auðæfum jarðar og við þurfum semst að draga á neyslu, endurnýta allt sem við getum
spara orku, spara vatn, hugsa sem sagt hagkvæmt og hægt að vera mjög gráður. Þetta ekki auðvelt, en þetta hægt og ef að við sjáum fram á það að stór hluti heimsins getur þetta, þá náum við þessu markmiði sem að þjóðir heimsins, sem eru yfir 190, settu sér með svokölluðu Parísarsamkomulagi, sem gengur út á það að minnka alla þessa losun svona tæpan helming, 40%, fyrir árið 2030 og reyna að halda hlýnun jarðar, ef við tökum allan hnöttinn, meðal hita jarðar, reyna að halda hækkuninni innan við 2 gráður. Ef að það tekst þá þetta nokkuð svona þolanlegt, en ef að það tekst ekki þá hrannast upp vandræði sem að við viljum helst ekki sjá. En það engin ástæða til að vera svartsýnn vegna þess að tækni, samstaða fólks og umhugsun og við skulum segja sjálfbærni þýðir það að nýta auðlindir á hagkvæman hátt án þess að skerða þær of. Ef þetta ræður för, þá getum við verið annað með okkur. Það mjög stórt verkefni fyrir höndum. Já, og þá kemur að einu, að nú kirkjan, hún eins konar fjöldahreyfing, ekki satt, stór og í henni margt fólk. Hún á að mínum mati, og það var það sem ég sagði á þessari ráðstefnu, hún á að vera í fararbroddi ásamt öðrum, vísindamönnum og alls konar félögum og stjórnmálamönnum og hvað veit ég. Hún á að vera þarna með og leggja allt sem að hún getur að mörkum til þess að svona styrkja samstöðuna og vinna bug á þessu vandamáli. Hún getur það og hennar hugmyndafræði að mörgu leyti snýr nákvæmlega í þessa átt og hver þá vandinn? Hann í raun og veru ekki annar en sá að fara af stað. Núna heitir landsmótið ónýtt landsmót og það verið að stíla að því að endurvinna. Já. Ertu með einhver skilaboð til svona 500 unglinga sem eru með það þema að endurvinna þessa helgi? Ég með það og þá ætla ég að horfa beint í augun á þeim Krakkar, þið geti gert ákaflega margt. Þið eigið fullt af hlutum, ykkur langar í fullt af hluti. Ykkar hendur fer plast, það fara umbúðir, það fara alls konar hlutir, dýrmætir hlutir og misdýrmætir hlutir, málmar og alls konar hlutir. Flokkið, endurnýtið, notið hlutina lengur en þið hafið hugsað ykkur í fyrstu og ímyndið ykkur að öll þessi smá skref sem þið takið, þau hjálpa okkur. Þið heyrðuð í manninum. Takk fyrir, Ari.